Já, komið sæl. Hún búin að vera ansi hvöss suðvestanátt hérna á landinu í dag en henni hefur valdið þessi lægð hérna fyrir norðan og síðan heldur þessi hæð hérna yfir Bretlandseyjum vel á móti og saman búa þær til þessa hvössu vindátt. En hún gengur nú niður í nótt þessi suðvestanátt að mestu leyti og síðan í framhaldinu að þá nú svona nokkur hægir vindar hjá okkur, háþrýstisvæði sem verða ríkjandi og næstu daga en það reyndar smálægð sem kemur hérna, myndast hérna fyrir norðan og kemur til með að valda því að það verður svona þungbúið hjá okkur á 50 daginn norðanvert landið og síðan þegar hún fer hérna austur á bóginn þá kemur norðanáttin og tekur við. En ef við lítum á hitakortið að þá nú svona það hlýtt loft hérna fyrir sunnan okkur en það næri ekki almennilega að koma inn á landið og það verður því svona áfram svona fremur salti veðri, hitinn svona nær að fara aðeins upp í sólinni en síðan kólnar aftur á kvöldin hjá okkur og síðan þegar það kemur fram í lok vikunar þá förum við að lenda aftur í þessum köldum loftmassum og við komum til með að sjá frostölur í lok vikunar og jafnvel einhverja snjókomu fyrir norðan. En ef við skoðum þróunina núna í nótt þá eru gula viðvörunir í gangi á Norðurlandi og á hálendinu og það verður áfram hvasst fram eftir kvöldi en svona síðan þegar það fer að koma aðeins inn í nóttina þá detta þær niður hérna viðvörurnar fyrir norðan og síðan í fyrramálið þá dettur einnig út viðvörun á hálendinu og síðan á hádegi á Suðvesturlandi gert ráð fyrir því að það verði fínasta veður, það verður nú ennþá svona einhver strekkingur en þessi vindur kemur nú til með að ganga niður þegar líður á daginn og annað kvöld ætti að vera komin hægur vindur á Suðvesturlandi og það verður einnig bjart og hitatölurnar svona nálægt 10 stigunum. Á norðvesturlandi nú gert ráð fyrir því að það verði hvassara, það verður stinningskaldi á svona fram til degi og einnig verður svona hitatölurnar heldur í lægri kantinum en það verður einnig bjart veður. Á norðausturlandi verður komið fínasta veður á hádegi á morgun, vindurinn genginn töluvert niður og einnig verður orðið nokkuð bjart veður og hitatölurnar svona víða nálægt 10 stigum og gæta jafnvel farið eitthvað hærra á Austurlandi. Og síðan á Suðausturlandi nú gert ráð fyrir því að það verður nú kannski eitthvað meira skýjað heldur annars staðar á landinu en þetta nú að mestu leyti svona háskýjahulur þannig að það verður bjart en síðan má nú gera ráð fyrir að það verður nú kannski farið nú svona gæti nú sólin farið að skína svona þegar líður á daginn en svona í heildina hið fínasta veður og hitatölur svona í kringum 10 stigin. Nú síðan ef við förum áfram á miðvikudaginn þá gert ráð fyrir því að háþrýstisvæði verði ráðandi hjá okkur. Það verður svona hæg vestlæg aftur landinu og gera ráð fyrir því að það gæti nú dottið inn einhverjar minniháttar skúrir á Vesturlandi en annars ætti að verða bjart veður og úrkomulaust hjá okkur. Nú síðan á 50 deginum að þá fer að gæta áhrif frá þessi lægð þarna fyrir sem að verður fyrir norðan hjá okkur og að verður svona aðeins farið að snúast í norðanátt og fara að þykkna upp hérna fyrir norðan og gæti farið að rigna einnig eitthvað en sunnan til gert ráð fyrir að verði í fínasta veður sól og hægur vindur. Nú síðan á föstudeginum að þá fer að snúast í norðlægar áttir, kólnar hjá okkur verður komið frost hérna norðanvert landið og má jafnvel gera ráð fyrir það detti í einhverja snjókomu hérna þó að hún nú ekki verið í miklu mæli en landið sunnanvert verður áfram þurrt og bjart en eins og við sjáum að það verður farið að kólna hjá okkur. En það verður sem sagt fínasta veður á morgun hjá okkur. Þessi mikli vindur hann gengur niður í nótt og síðan svona heldur áfram að draga vindinum eftir því sem líður á daginn og einnig má gera ráð fyrir því að það verði bjart veður mest allt landið. Við skulum láta þetta duga verið í bili, verið sæl.